Já, þá ætlum við að ræða nokkuð sem mér finnst mjög skemmtilegt að ræða, músík. Þetta félag sem heitir Vökufélagið, samtök sem stuðla að eflingu þjóðlistar menningar á Íslandi. Og þetta félag hefur staðið yfir dagskrá sem að meira og minna átt stað held ég bara á heilli viku. Ekki síst í tilefni þess að það fannst nótnabók með danslögum fyrir fiðlu sem að mér skilst að verði gefið út eftir Jónas nokkurn og það fór fram þing helgina og mér skilst að þar hafi komið fram svo niðurstaða að það hafi meira verið spilað á fiðlu hér í þessu landi en talið var til forna eða sem sagt kannski á 19. öld eða eitthvað svoleiðis. En á þessu málþingi sem að ég gat nú því miður ekki sótt vegna árekstrar við annað voru flutt mörg snjöll erindi að því mér sagt og eitt þeirra flutti Herdís Anna Jónsdóttir, hún meðal annars víóluleikari í Sinfóníuhljómsveit Íslands. Hún flutti erindið fiðlumenning í Suður Þingeyjarsýslu og ég held að hún muni segja okkur frá því að þar sé hún að ræða tíman á 19. öld og mér skilst að sumpart hafi Suður-Þingeyingar skorið sig frá öðrum landsmönnum á þessum tímabili. Fáum að vita það eftir andartak því að Herdís Anna komin hingað að rauðaborðinu. Vertu velkomin. Takk fyrir. Hver var þessi Jónas sem ég ræddi áðan? Jónas Helgason. Já. Hann var tónskáld. Já. Og bjó hérna fyrir sunnan. Já. Hafði nú lítið með Suður-Þingeyinga að gera en hann var nú járnsmiður en hann var mikill tónlistarmaður og hann var organisti í Dómkirkjunni og bróðir hans Helgi, þeir voru aðalmennirnir á þessum tíma þarna á 19. öldinni hér fyrir sunnan en á sama tíma var eitthvað allt annað að gerast í Suður-Þingeyjarsýslu, í minni sveit, í okkar sveit. Í okkar sveit. Já. Já, það kannski bara best að halda því til haga og greina frá því án undanbragða að við reykjum bæði ættir okkar til Mývatnssveitar. Jú, það og það kann nú að hafa átt einhver þátt í því að þú hefur skoðað. Já, sko það má eiginlega segja að ég sé bara alin upp inn í þessari 19. aldar menningu og nú þarf ég aðeins að útskýra það. Sko, faðir minn, Jón Sigurgeirsson frá Helluvaði og móðir mín, Ragnhildur Jónsdóttir frá Gautlöndum. Þetta bæir, báðir í Mývatnssveit. Faðir minn, hann var fæddur 1909 og var sem sagt komin á 60 aldurinn þegar ég fæðist. Það voru 17 ára á milli pappa og mömmu. Já. Og pappi var mikill sem sagt tónlistarmaður en eins og þá tíðkaðist að hann var sem sagt svona heima gerði þetta bara allt það voru engir kennarar sjálfmenntaður og ég náttúrulega þegar ég unglingur og ég byrjuði í tónlistarskóla Akureyrar að læra á fiðlu það var alltaf mikil tónlist á mínu heimili á Akureyri, ég ólst semst upp á Akureyri en það var kannski ekki eins tónlist eins og vinir og kunningjar hlustuð á og iðkuðu. Það heima var alltaf eftir kvöldmat, þá fór ég inn í stofu með pappa og ég með fiðluna og hann með píanóið eða harmoníku, jafnvel orgel og við spilum saman og danslög, íslensk sönglög bara fjárbókin íslensku sönglögin, þau voru bara í henglum á mínu heimili, það var svo mikið spilað úr henni. Og þau einhverju leyti 19. aldar tónlist? Já, þetta náttúrulega þessi sönglög, 19. og 20. aldar en
svona, ég ekki inn í miðri þessari menningu, ég er bara síðasti móikanin, ég sem sagt næð því að hvað maður að segja, fá síðasta óminn frá þessum sjálflærðu snillingum sem að voru í sveitinni og málið það að það náttúrulega ekki einleikið að á þessari 19. öld þá eru 100, þá teljast vera 158 manns sem spila á fiðlu. Þetta náttúrulega, já, þetta bara í Mývatnssveit? Nei, í Suður-Þingeyjarsýslu, í allri sýslunni. Wow. En mér, já, rosalega 158 mann spila og það sem sagt, það vitað 122 hljóðfæri. Já. Og hvernig vitum við þetta? Jú, einn besti vinur pappa sem hét Garðar Jakobsson og var frá Lautum í Reykjadal. Hann einn af þessum síðustu sjálflærðu fíólínspilurum og hann á síðustu árum ævi sinnar, þegar hann hætti að vinna, þá ferðaðist hann bara alla sýsluna og leitaði uppi fiðlur og sagnir fiðlurnar og og skrifaði þetta allt og skráði niður og þetta ómetanlegt og vinur hans Páll H frá Laugum, upprunalega úr Bárðardal, frá Mýri í Bárðardal, hann var með honum í þessu, hafði mikinn áhuga á að safna öllum gögnum tónlist í þessari sýslu því þetta var ekki einleiki, þetta fiðlu brjálaði, það var bara eins og fótanuttæki, það var bara til á öllum bæjum og þetta var fótanuttæki þess tíma? Já, nú kannski bara eitthvað æði var þetta því að sko þeir halda fyrirlestur í Norræna húsinu 1986 og ég man að ég fór á hana fyrirlestur og ég varð gjörsamlega heilluð, þetta var svo sérstakt og í framhald af því þá gefa þeir út alveg snildarbók sem heitir Fiðlur og tómmannlíf í Suður-Þingeyjarsýslu, þarna eru þeir Garðar og Páll og í þessari bók öll þessi viska þessar fiðlur sem að voru til og en Garðar, ég þarf að segja Garðar var nefnilega minn besti vinur, hann kom svo oft á Spítalaveginn á Akureyri, þar sem við byggum og heimsótti pappa því að þegar þeir voru hættir að vinna þá ég bara unglingur og þeir voru svo mikið að spila saman elskuðu að spila saman danslög og sönglög og svo buðu þeir mér að vera með og þar kemur mín svona persónlega reynsla á annan bóin ég að læra fiðlutækni, harða fiðlutækni í tónlistaskólanum á Akureyri víbrató og bógatækni og handstöðu og allt þetta og svo fer ég inn í þennan heim þessa sjálflærðu pappi lærði líka bara sjálfur eða sem sagt eins og ég nefndi áðan hann hann fór í 2 vikur eða 4 til Guðfinnu á Hömrum í Reykjadal, hún var organisti og mikill tónlistarmaður og kendi, sem sagt var á Húsavík, var organist á Húsavík og hann var ég held 2 til 4 vikur hjá henni í fyrirnámi? Nei, hann var lærði á orgel en hann keypti sér samt náði að ná sér í fiðlu á þessum tíma samt þessir menn, þeir bara svona og það svo ég ætla að segja með pappa að hann áhugin var svo mikill að það var ekki tilnætt orgel þá á Helluvaði þegar hann kom heim úr náminu þá var ekkert til að spila á en þá skar hann út í garðaböndin þar sem að í jötunni þar sem að kindurnar fá heyið kallu garðabönd og þar skar hann út nótur og æfði sig bara svona, þetta var svona luftpíano en sem sagt Garðar, svo við víkjum aftur á honum, hann sjálflærður en náði samt að fara suður og var hjá Þórarni Guðmundsssyni líka einhverja 2-3 vikur
og þetta það sem að sko þetta var allur lærdómurinn og þarna fæ ég að kíkja inn í þennan heim og mér fannst þetta svo spennandi þeir hrósuðu mér og ég var mjög upp með mér en svo fór mér mikið fram og ég var að víbra og það var alltaf verða svona miklu betra hjá mér og þá fór ég að taka eftir því að Garðar, hann hélt svo undarlega á hljóðfærinu, hann hélt svona eins og hann væri að halda á diski eða svona hérna bakka og svona mjög grófur í hérna bógastrókonum og ég svona hugsaði með mér á ég að leiðrétta hann en svo hugsaði nei, ég þorði því ekki og hérna og eins gott því að þarna voru bara tveir heimar að stangast á en þeir spiluðu Garðar spilaði sjaldan eftir nótum pabbi meira hann einhvern veginn náði þeirri tækni og hann hérna einhvern tímann þá baði ég þá að spila eftir nótum, það var eitthvað sönglag og þeir sem sagt tóku sér til og spiluðu ekki eins og eftir nótunum sem skrifa voru þeir sko tóguðu og teygðu allar nótur og bara alls ekki það sem skrifa var í nóturnar og þá setti ég nú hnefann í borðið og sagði nei, drengir mínir þið gerir þetta ekki rétt og þá sagði þeir hérna, ég sko svona myndi engin rödd syngja þú veist og hérna engin mannleg rödd myndi tengja þetta svona og syngja þetta svona og ég sá að þetta var alveg hárrétt hjá þeim og ég hef alla tíð reynt og sérstaklega sönglu að syngja þau ég syng þau áður en ég spila til að reyna að finna hvernig þetta á allt sem hann að hljóma en þeir voru alveg dásamlegir og ég finn það að sko þó ég hafi og ég verð alveg að vera heiðarlega með það að þegar ég fer svo í framhaldsnám ég fer suður í tónlistarskólann í Reykjavík fyrst og ég var ekkert að segja fólki úr hverja rætur mínar voru því að ég ætla ekki að segja ég skammaðist mín fyrir þær en ég vildi bara ekkert að fólk vissi mér fannst þetta svona bara vera mitt prívat en svo sem sagt þegar ég fer út til til Þýskalands og kem aftur heim þá kynnist ég manninu mínum sem frá Hollandi og hann fer að Dísa, hvað það að spila þarna og hvað þetta og allt í einu þá bara opnast Pandoruboxið og við höfum verið að leika okkur mjög mikið saman, við köllum okkur dú á stemmu og við höfum verið að leika okkur mikið með þessi þjóðlög. Já, þannig að maðurinn þinn, hollendingurinn, hann blæs eldi í glæðurnar sem voru kannski aðeins að kulna þegar komað að þínum arfi þarna nákvæmlega austur í norðaustur í Þingeyjarsýslunni. Já, og það sko, ég segi nú oft glöggt gests auga sko í þeim efnum. Það eru oft hérna og ég segi sko eins og núna á málþinginum daginn í sambandi við bók Danslög Jónasar sem nú verið að gefa út að það er hérna norskur fyrirleikari, snillingur Veigar Vordal sem hefur verið að spila þessi lög og semst það hægt að hlusta á það hjá Ísmús öll þessi lög því að hann hefur tekið að sér að spila þau þetta er góð samvinna en ég var að hugsa sko nú er ég komin aftur sko á 21. öldinu mér langar svolítið til að segja sko hvernig byrjaði þetta allt saman af hverju var þetta Mér langar einmitt sko bara út frá samfélagslegum áhuga þá finnst mér þessi tölfræði sem hún nefnir alveg stór dularfull 150 eitthvað fiðlur 122 fiðlur en 158 spilarar ég snýri því við en sem sagt 122 fiðlur eru ekkert smáræði í frekar dreifðri byggð og ekkert allt og fjölmennri byggð sem Þingeyjarsýslan er byrjaðu á því að reyna að sko finna upphafið að þessum ósköpum. Já, það er bara mjög einfalt. Sko, það er þannig
og nú ætla ég að koma þér á óvart, Björn, því að ég veit hvaðan þú ert ættaður, þú ert úr Vogum í Mývatnssveit. Jú, það passar. Og uppspretta þessa æðis nú bara í föðurtúni þínu. Nei, hvað er þetta? Já, það er nefnilega þannig að það var maður sem hét Jón Jónsson og hann fluttist í Voga í Mývatnssveit og gerist þar bóndi en hann hafði sem sagt þar á undan hafði hann farið til Kaupmannahafnar og lært trésmíði og heyrt þá í fiðlu og hann, sko nú veit ég ekki hvort sagan segir að hann hafi fallið fyrir fiðlunni þar, nú veit ég ekki hvort hann hafi heyrt í fiðlu hér á Íslandi en allavegana að hann fyrir þá litlu aura sem hann á kaupir hann sér fiðlu í Kóngsins Kaupinhán en hann á ekki fleiri aura til að kaupa sér kennslu þannig að hann lærir af drykkjumanni svona sem sagt bara sjálflærður í raun og veru. Guð mig góður hvað þetta er rómantískt. Þetta er svo rómantískt að það er nú alveg og svo kemur hann til Íslands aftur og flytur í Voga og byrjar að spila. Og hann spilar og það er bara eins og með, ég veit ekki með sveitunga okkar, þetta ekki bara mývetningar, þetta verður eins og eldur þessi fiðlutónar, hann hlýtur að hafa spilað fallega því að þetta verður bara, ekki alveg strax hann byrjar á því semst að spila og fólk er bara svona sjálfsagt að hlusta og svona kannamálið en þá kemur annar maður í sveitina og er svona farand hvað maður segja listamaður og verkamaður, það er hann Arngrímur Gíslason þekktur sem málari okkar svona kunnasti alþýðu listamaður og hann sem sagt hann kann á flautu og hann með einhverjum hátt máta þá ég veit ekki hvort hann er með fiðlu þegar hann kemur í sveitin allavega að hann sem sagt er fyrsti og eini nemandi Jóns sem að kallaði sig alltaf Voga Jón nú getur þú farið að kalla þig Voga Björn og hann flyttur svo til Bandaríkjanna hann ætlaði að fara til Brasilíu og því að búskapurinn gekk nú ekki vel hokraði og ætlaði sem sagt að fara en hann kemst það er hörgull á skipum og hann kemst ekki og hann fær lúnabólgu og deyr það var þannig en sem sagt Arngrímur og hann spila á þessum tíma frá 1860 til svona 75 þá spila þeir á mannamótum og öllum mannamótum og heimilum og það bara verður eitthvað bara þú veist, hvað heitir það? Það verður bara svona æði þetta er bara með ólíkindum bara grísæði það er bara grísæði að það sem sagt það bara kaupa sér allir og þá er líka spurningin hvernig má það vera, hvernig komist þessar fiðlur allar þarna austur og þá má nú þakka Benedikt Auðnum sem var kallaður faðir alþýðu menningar þingeskrar alþýðu menningar Benedikt frá Auðnum, hann var einhver sko millimaður, það segir hann Garðar í bókinni, að hann var millimaður, hefur haft einhver sambönd í Kaupmannahöfn og fengið fiðlurnar sem sagt sendar bara með skipum og svo var bara keypt og svo var líka importör, þetta voru svona katalógar fólk bara keypti þetta bara eins og við erum að kaupa á Boost og bara fiðla og í ýmsum sko það er ábyggilega mjög fínar fiðlur þarna inn á milli, sumar voru náttúrulega líka bara algjör skrapatól. Hvert var verðið á þessum gripum? Var þetta stór fórn að færa, veistu það? Nei, sko það var held ég allir gangur á því en ég held að hafi ekki verið neitt stórpenningur en ég meina að það voru náttúrulega allt stórpenningar það var náttúrulega sjálfsagt þótt eyðsla en samt finnst mér þetta svo merkilegt úr því að spyrja að það var einhver skilningur þarna í sýslunni að sko peningum sem væri varið í list væri góð fjárfesting og það finnst mér svo merkilegt að það var skilningur einmitt fyrir þessu fyrir listinni en
og þegar að sko og þarna bara hermdu menn hver eftir öðrum, það voru náttúrulega bara engir kennarar. Arngrímur var duglegur að kenna og sýna og þar sem hann var svona farandverka maður að þá kom hann víða við og svo átti hann dóttur sem að giftist í Stóruvelli og það var mikið menningar heimili, Stóruvellir í Bárðardal og allir sem sagt þar voru þar voru held ég til 6 fiðlur ef mig minnir á sem sagt bara keyptar bara hópkaup sko þar og og svo vil ég líka nefna það förum tilbaka að Hallgrímur Langafi þinn í Vogum allir, hann var semst Langafi þinn, hann átti fiðlu og spilaði á hana á hverjum degi alveg fram í andlátið og hann var forsöngvar í Reykjavíkurkirkju og hann notaði fiðluna sem sagt til að spila fyrir svo þeir getu hermt eftir sko laglínunni og allir synir hans áttu fiðlur. Það er bara svoleiðis. Það er svoleiðis. Þannig að það eru einhverja fiðlur sem leynast undir rúmum í heima hjá frændfólki þínu. Það er svo magnað að þessum hluta minnar fjölskyldusögu hefur innan minnar eigin ættar mjög lítið verið sinnt. En af því að þú myndist áðan á bóndan sem skar út nótur í garðabandið. Það var pabbi. Pappa, að þá er mér hugsað til annarar einmitt mjög rómantískrar sögu að það er einhver snillingur þarna úr Brekku, er það ekki? Jú, Vagbrekku, já. Vagbrekku. Hjálmar Stefánsson. Og til heimildir það hafðar frá honum sjálfum að þegar kvöldaði og vinnudegi hans og lokið er það ekki rétt skilið hjá mér að þá hafi hann átti, það voru engir til þess að spila með honum. Það var svona ýmis sko. Hörgull á því stundum. Já. Og þá rær hann úr vör á bátnum sínum út á Mývatn og nýtur þess að heyra ölduna slá takt við byrðingin og var þar með komin með meðleikara og gat á spilað á fiðluna við takt. Þetta er svo falleg sá, við skulum bara halda henni svona því að hún er svo falleg. Er ég að færa í stílinn eitthvað? Það má bara, finnst mér sko og ég hef heyrt líka sögur að því að sko þessir menn, sjálflærðu menn þeir, eins og við gerum núna við förum inn í einhver hús og við spilum þeir bara settust niður hvar sem þeir voru bara með fiðluna í poka og ef þeim blés eitthvað í brjóst þá settust þeir niður og spiluðu og mér var sagt, sko Helluvað bæirnir, Helluvað og Gautlönd er undir Mývatnsheiðinni og það var það var náttúrulega fólk var að fara yfir heiðina og á þeim tímum var náttúrulega miklu meiri þögn, það var engin bíla niður og mér var sagt að einn frendi minn sem átti fiðlu hann gekk ofta á milli Reykjadals og Mývatnssveitar kom upp í Gautlönd og þau heyrðu alltaf þegar hann var að koma því þá heyrðust sko fiðlu ómarnir, hann settist alltaf niður ef það ringdi ekki á einhverjum stöðum og spilaði á fiðluna og það komi fyrst fiðlutónarnir á undan honum áður en að hann svo birtist en það var alltaf vitað af honum áður en hann kom og þetta finnst mér svo fallegt einhvern veginn bara, þetta er eins og að syngja þú veist, nú er ég í stuð að syngja ég bara fer að syngja, þeir bara nú er ég í stuð að spila á fiðlu og ég veit að þeir náttúrulega á þeim tíma var aldrei neitt tími til að, sko það var náttúrulega mikið, bændur þurftu náttúrulega að gera allt með höndunum, engar vélar og ekki neitt þannig að það voru oft kvöldin og næturnar sem þeir fóru að sinna þessu áhugamáli sínu og það er einhver rómantík yfir þessu öllu saman. En liggur alveg fyrir að þessi fjöldi hljóðfæra, fiðlu hljóðfæra
og allur þessi aragrúi fólks sem spilar á fiðluna liggur alveg fyrir þegar þú berð Þingeyjarsýslu saman við aðrar byggðir út á landi, aðrar sýslur, að þarna Já, það var eitthvað alveg sérstakt. Þetta eitthvað alveg sérstakt. Þetta alveg einstakt og það var bara þessi, hvað ég segja, það var eitthvað þetta andrúmsloft og skilningur fyrir tónlistinni sem að kannski mikilvægi fegurðarinnar. Já. Og það var líka ekki bara skilningur heldur þrá. Já. Og ég svo þakklátt fyrir það að hafa fengið að upplifa þessa ástríðu í sínu tærasta formi. Já. Þessi tveir menn að spila saman og þetta var ekkert allt, þú veist, þetta voru engir sko stórkostlegir spilarar en maður hugsar sko allt sem maður heyrir núna. En þörfin, bara beint út frá hjartan, það var ekkert ego að þvælast fyrir þeim. Nei. Og ég finn það meira og meira eftir því sem við erum eldri og hef alltaf sko, því að við sem að tökum tónlistabrautina, að það alltaf egoið sem að þvælist fyrir okkur. Er ég nógu góð og yfirleitt erum við alltaf, ég verð að gera þetta betur og við erum mjög kröfuhörð á okkur og við erum tilbúin að taka upp kústinn og lemja okkur af því að þetta mistókst eða við getum betur og erum ekki alltaf, já, þetta var nú gott og svona, og þá hugsa ég oft þessa menn og það ekki bara, ég kynntist fleirum, pabbi tók mig stundum bara á rúntinn í Reykjadal, þar var til fiðla virkilega á hverjum einasta bæ og ég sem sagt bara unglingurinn tók það niður og reyndi að stilla þær, yfirleitt voru strengir farnir, sko, þú veist, það var náttúrulega stóra að þegar strengir slitnuðu þá var ekkert bara hægt að fara út í búð og kaupa. Nei. Þeir kannski notuðust bara við eitt streng og hárin voru farin úr bóganum en sko bara ástin og ástríðan eins og ég segi, bara einhvern veginn leið og við byrjuðum að spila fyrir gömlu vini pappa sem að höfðu sko, voru ennþá höfðu þekkt jafnvel sko náðu því að eins og ég segi, pappi fæddur 1909 hann bara, þú veist, hann nær því alveg að hafa þekkt þessa 19. aldar menn og eins Garðar, hann var fæddur 1913 að hafa farið inn í, sko, sé þessa veröld þar sem fólk, þetta var ekki út af egónu, heldur bara hreinni ást til tónlistarinnar. Var þetta bæði fyrir dansi og fjöldasöng? Já, þetta var sem sagt, það var mikið danslög, sönglög, sálmalög og það var semst að vera að spila á fiðlu í kirkjunum. Já, það var alveg sko, og það, eins og ég segi, forsöngvarar sem að voru, semst það var kallað að, já, þeir sem að leiddu söngin, þeir notuðu oft fiðluna til að leiða söngin, en svo það semst, frændi minn, nú kem ég semst að ég nálgast þessa menningu bæði gegnum pappa, en svo það móðurættin, ég má ekki skilja hann eftir því að hún kemur sem sagt frá Gautlöndum og úr Reykjadal og á Narfastöðum í Reykjadal, þar voru systkini og sem sagt amma mín þaðan og ömmubróðir minn hét Björn Jakobsson, var merkur maður. Hann var skal ég segja íþróttakennari og hann var fyrsti skólastjóri íþróttakennaraskólans á Laugavatni. Og hann kemst yfir, hann kaupir fiðlu, hann einn af þeim sem nær sér í fiðlu á þessum tíma og svo satt hann fyrir til Danmerkur og læri þar sína íþróttafræði, en hvað gerir hann? Þegar hann kemur heim aftur, þá hefur hann líka náð meiri leikni á fiðluna og hann notar fiðluna sem við líkamsrækt. Já. Sem sagt fyrsta aerobik hljóðfærið á Íslandi og hann notar fiðluna en
eingöngu með stúlkum, ekki með piltunum, þeir voru í mullersæfingunum en hann notar fiðluna sem sagt með stúlkonum, þær gera æfingar og þegar hann sem sagt verður gamall, hann átti enga ættingi, eða sem sagt hann átti engi börn en þá sagði hann sem sagt fyrsti ættingin sem sagt nær hann á að eignast þessa fiðlu og það var ég en fiðlan var lengi að vísu geymd á Laugarvatni svona til minningar hann og þegar að skólabróður okkar var skólastjóri þar árið 2000 þá bankaði ég nú upp á og sagði honum að ég ætti nú þessa fiðlu með húð og hári og það ætti nú að spila á þessa fiðlu en ekki bara geyma hana og hann var sem sagt mjög glaður, Erlingur Sigurðsson og hann lét mig afhendi mig fiðluna og ég spilaði og hef spilað tvisasinnum við skólauppsögn skólalok þarna á Laugarvatni skemmtilegt þannig að hún vel brúkhæf já, hún mjög sérstök fiðla hún er eiginlega samansett úr framhliðin verst að vera ekki bara með hana með mér en framhliðin hún gæti nú bara verið eftir Jón á Grund hún er svona svolítið amatörsleg en bakhliðin gæti verið úr Stradivarius þetta hún er samansett úr tveimur hlutum og sjálfsagt einhver fiðlusmiður sé þetta bak og þá vil ég nú meina hún hafi verið það hafi verið fiðlusmiður í útlöndum sem að hafi séð þetta bak og sett svo klambra saman framhliðinni og eða klambra, þetta er mjög vel gert og fiðlutónnin er mjög djúpur og fallegur en fyrir þetta málþing, ég verða að nefna það þá ég hef aldrei spáð í það, ég hef náttúrulega bara þetta er bara fiðlan að spjössa frænda og mér þykir alveg óendalega vænt hana og ég nota hana mikið þegar ég er að spila þessi þjóðlög og sönglög en ég fer sem sagt í bókina hans Garðars þetta eru svo miklar upplýsingar og ég er svona hvaðan kemur fiðlan að spjössa frænda og ég fer að lesa og hvað les ég? Ég les að Bjössi frændi hafi fengið hana frá Jónasi Helgasyni tónskáldi. Og þá er hann komið hringinn. Þarna lokast hringurinn og þetta er náttúrulega þetta er alveg geðveikt að geta á þessu málþingi þarna í gær þegar ég gat sagt að var búið að tala, búið að spila þessi danslög og tala Jónas og ég gat bara og hér er fiðlan Þetta er alveg stórmerkilegt áður en það gerist að Jón nær sér í fiðlu og hann er þessi mikli áhrifavaldur og af honum sprettur þessi áhugi sem að verður hann kviknar þarna við Vatnsbakkann í Mývatnssveit og færir síðan eins og eldur í sinu alla Þingeyjarsýslu áður en það gerist þá spyr maður sig var það tilviljun að það var fiðla eða var fiðla náttúrulega ekki fyrirferða mikið hljóðfæri þú getur tekið hana með þér hefði það allt eins geta orðið eitthvað annað hljóðfæri? Þetta er mjög góð spurning. Flautur eru líka og voru vinsælar. Það var alveg Arngrímur, málari, hann átti bæði fiðil og flautu. Þetta er mjög góð spurning og jafnvel flauta er einfaldari því að fiðlurnar, eins og ég segi, það slitnuðu strengir, þær voru viðkvæmar sprungu jafnvel í kuldum, bogarnir, mistu hárin, hrosshárin. Þetta er mjög góð spurning og ég get ekki svarað henni nema við förum í andaglas en fram að því að hann kemur með fiðluna í sveitina þá voru langspil mjög vinsæl þannig að það var alveg jarðvegur og fiðlan hún tekur svolítið yfir en þetta er mjög svo er það líka með fiðluna það er náttúrulega
já, það einhver svona skemmtilegur hljómur og kannski auðveld, nei, hún nú eiginlega, það bara mjög erfitt að spila, sko, tæknilega það mjög erfitt og ég hef oft hugsað það því að þessir menn, það sko, ég veit ekki neina konu sem að spilaði á fyrir sem mér finnst vera mjög sérstakt af því að fiðlurnar svo grannar og litlar. Annríkis þátturinn heldur að hafa ekki verið það. Jú, Annríkis þátturinn var náttúrulega. Þær hafa ekki átt frelsi til þess. Nei, en samt ég veit, það voru einhverjar konur, sko, en það bara ekki. Höfundur ókunnur, ljóðin voru, það voru tekin út nöfnir og kallarnir. Já, en sko, mennirnir, þeir höfðu svo breiða og mikla fingur. Já, einmitt. Og þess vegna finnst mér svo merkilegt að þeir eru þarna að svona að fiðlast þetta á meðan að eiginlega hefðu konurnar átt að svona með sína grönnu hannyrða fingur. Ég skil hvað á þetta. Mér finnst líka svolítið merkilegt að sko þarna hafi menningin verið slíka, karlmenn hafi mátt bera sínar einlægu tilfinningar. Einmitt, já. Finnst þér það ekki líka? Mér finnst það alveg stórkostlegt og af því að þetta voru náttúrulega, sko, ég ólst upp við þessi tröll sem þessi kallar voru oft, fornir í skapi, mjög illúðir á mörgum augnableikum, en ég man líka veislurnar þegar mannamótin eru, hvað sem það var fermingaveisla eða hvað það er, og ég hef reyndar lýst því í bókum sem ég hef skrifað, þegar hinn steinrunnu tröll sem að maður hélt að litu aldrei glaðan dag klæða sig úr hempum hversdagsleikans og hins harða lifibrauðs og allir bresta í söng með tár á hvarmi í kringum organistan sem að því að ég get bætt því við þessa rannsóknir þínar og það sem þú ert að tala að sko ég segi nú ekki að það hafi verið píanó eða harmoníum orgel á hverju heimili í Mjóasveit en rosalega voruðu mörg. Ég held Bjössi ef þú bara þú ferð þína einn rannsókn þarna sunnan við vatna þá held ég að það finnist. Og þá var bara gert ráð fyrir því að það væri til hljóðfæri einmitt til þess að fólk myndi fylgja sér saman á mannamóti og það var líka gert ráð fyrir því að allir gætu sungið fjórraddað í alveg þokkalegu pitsi. Já, og það enn í dag. Það enn í dag. Þetta hefur lifað. Þetta merkileg arfleifð og eins og ég segi, ég finna að ég bara svo þakklátt fyrir að hafa fengið að upplifa þetta og það svolítið skemmtilegt að ég sagði frá því áðan að ég var svona ekkert að tala mikið þetta því mér fannst þetta bara vera svona mitt prívat og svo á ég eignast ég vinkonu Svövu Bernhardsdóttur sem var í Juilliard kemur til Íslands og að gera doktorsritgerð sína bara fiðlumenningu á Íslandi og við förum eitthvað að tala saman og ég segi, já ég á nú pappi á vin sem alltaf að spila á fiðlu og hann heldur svona og vinur hans Páll, þeir eru alltaf og hún bara, hvað ertu að segja? Og við fórum bara keyrðum norður, sko hún var bara í einhvað nokkra daga keyrðum norður og hún alltaf kemst í þennan rosalega fjársjóð og það var svo gaman að þegar ég sá hana sko eins og ég segi, hún bara var komin þannig í gullkistu og ég horfði á hana sem sagt, ég var búin að vera inn í þessu en að sjá hana upplifa þetta með gestsaugum ég var svo stolt að ég einhvern veginn, þá skildi ég þetta hvað þetta var stórt og svo þagnaði ég, svo fór hún og skrifaði æðislega ritgerð þetta allt saman, doktorsritgerð og ég fór til lönd og eins og ég sagði á þenn og svo það í gegnum mannin minn, útlendingin minn sem glögt gests auga og það svo mikilvægt að við hvað maður að segja að við bregðum ljósi á uppruna okkar. Við erum auðvitað svo sein að þessu ég meina Bach að gera fallegustu, það eru í Evrópu þegar við erum ennþá bara í rímnasöngnum og langspilunum þá eitthvað allt annað að gerast í Evrópu en ég held samt að þetta allt af sama meiði. Við bönnuðum Víkivaka á tímabilinu þegar hann tóktu að kynna samt. En ég held samt að fólk hafi
gert það í laumi. Það, þú veist, þráin að músísera og já, hlusta og spila tónlist hefur alltaf verið sterk og rík í manneskjunni bara. Og mér finnst þessi berun tilfinningana, þessi tjáning að þetta hafi þótt í lagi sko. Þetta nú harðbýlt að mörgu leyti. Mývatnssveit í tæplega 300 metra hæð og hérna mér finnst þetta mjög áhugavert í því ljósi að hérna það hafi verið samfélagslega viðurkennt að þú hefðir ekki bara náttúrufegurðina sem hérna í fjöllunum og því öllu vatninu í kring heldur hérna og kannski var samband á milli náttúrufegurðarinnar og þeirra rómantíkur sem að kviknar þarna í tengslu við fiðlu útbreiðsluna, fiðluleiks útbreiðsluna. Það eitthvað sem að við, og ég held að sé eitthvað kannski sem ekki hægt að tæpa með orðum á. Þetta er eitthvað sem er bara hjartansmál og það er tónlistin sem er svo stórkostlega. Hún segir, hún tekur við þegar að orðunum, þegar að við höfum ekki orð yfir, þá tekur tónlistin við. Svo borðuðu við silung í öll mál og með silungnum færðu einhver bestu efni fyrir heilabúið sem til eru, omega-fitusýrurnar og kannski urðu þau bara svona smá geimverur, kannski aðeins öðruvísi heldur en annað fólk. En gleymið ekki að þetta, á sílungsáttin, en við mögum ekki gleyma heldur að þetta voru Reykdælir og Tjörnesingar og Húsvíkingar og Bárðar. En þetta, það er eins og Laxá, þetta er bara eins og Laxáin, hún byrjar í Mývatnssveit og svo fer hún í gegnum þarna, allar sveitirnar. Þetta er, það er eitthvað, þetta er einhver leyndardómur en þetta er allt eitthvað svo fallegt og romantískt segir þú, mér finnst þetta bara svo mikil, mér finnst þetta svona að vera svo mikil kjarni að eins og segir ég segi nú ekki forfeður mín að við hafa verið tröll, kannski voru það þarna sunna með vatn en þarna úr heiðinni voru þeir mýkri og hérna þeir voru ekki einsleitir nei, þeir voru ekki einsleitir en þeir áttu og tónlistin sameinaði og sameinar og ég held að það muni vera tónlistin sem muni bjarga heiminum. Ég sammála þér og það er þetta sko að geta lagt niður hérna hörðu brynju og hérna tekið sér eitt andartak til þess að vera algjörlega þú sjálf hvort sem þú ert að syngja eða hvað þú ert að gera, bara ferð inn í tónlistina og gleymist ástund. Það náttúrulega felst í þessu opaslega svona einlæg samfélagsjátning og það er fátt sem að kemur í staðinn fyrir sko þessar sterkustu minningar sem ég á af þessu annars oft þungbrýnda fólki sem var slegað áhyggjum og harðri lífsbaráttu að sjá alla bresta í söng í kringum organistan og við vorum náttúrulega, höfum verið heppin eins og með Séra Örn og Jón Árna og hérna fólk sem að passaði rosalega vel inn í þessa tónlistarmenningu sveitarinnar eins og Séra Örn sem kemur þarna utan og hann kendi mér til dæmis um píanóið og hérna ég stundum leiðréttur af dóttur minni sem spilar á píanó. Pabbi, hvers konar fingrasetning, þetta er kolvitlaus fingrasetning þegar ég er að spila eitthvað, ég sé bara eins og gömlu karlarnir með fiðlurnar sem þú ert að lýsa, nei, þetta er bara mín fingrasetning. Einmitt, og það er nefnilega, sko, þarna verðum við skilja á milli, að gera þetta að einmitt, gera þetta þínu, hvað er rétt, hvað er rangt, átti ég að leiðrétta Garðar þarna og þú áttir ekki að gera það. Nei. Það komst að vera réttu niðurstöðu. Það er bara, maður verður og þetta er náttúrulega tveir heimar en það er það fallegast ef við berum virðingu fyrir hvor öðrum og þeir bæta hvorn annan og það sem mér finnst vera svo mikilvægt að við vitum úr hvaða jarðvegi við komum, ekki bara við sko
í Þingeyjarsýslu þó við séum svolítið kannski svolítið Já, það vill svo til að í dag erum við bara Þingeyjarsýslu að þá þetta skiptir þetta bara máli fyrir allt landið og ég meina Jónas Helgason hann náttúrulega alveg stórkostlegt, hann járnsmur, ég get ímyndað mér hvernig lúkurnar á honum hann var í því að hamra skeifur og svo hljóp hann inn í dómkirkjuna og spilaði, ég get hvernig hann heldur og ef þú horfir á þessi lög sem hann var að hann skrifaði niður ég veit ekki hvað hann hefur lært þessa tækni að spila þessa nótur þetta er líka alveg bara undravert og það, já þetta er ég væri alveg til að fara í svona tímavél og fara aðeins aftur og bak í tíman en ég á samt mína tímavél inn í mér og setjast með þessum gömlum mönnum sem mér fannst nefnilega sem svo stórkostlegt þegar við vorum byrjað að spila saman þá var ég ekki að spá í það hvort þeir væri gamlir eða eitthvað, við vorum bara félagar eða vinir að spila saman og það var svo gaman augnaráðið, fylgjast með hvað gera hann núna, gera hann trillu, gera hann snúning, gera hann bara, og teika öll þessi lög sem að ég var náttúrulega að læra svo hétuðu öll svo skemmtilegu nöfnum geltir, snúður sextúr það ekkert Sicilian eða þú veist það já við bara áttum okkar nöfn yfir dansana það var þetta svo merkilegt og svo þakkarvert og þessi bók ég er svo þakklátt honum Garðari að hafa og Páli að hafa safnað þessu gögnum og það sem mig langar eiginlega bara mest núna er að fara í fótspor þeirra eða Garðars og finna þessa gömlu fiðlur sem ennþá eru margar undir rúmum eða inn í skápum eða hvað veit ég í kössum og engin veit brýna bara áhorfendur og hlustendur samstöðarinnar til þess að hefja smá leit á heimilum sem að þessar fiðlur getur leynst og koma þeim undir hend bara hafa samband við mig ég get komið þeim áfram til til fiðlusmiðs það er nú ekki margir fiðlusmiðir í Reykjavík en einhvern veginn að allavega að huga að þessu og af því að fiðlur þær verða bara betri og betri þetta er eins og vín rauðvín þær verða bara betri og betri með árunum kannski leynist ein Stradivarius hver veit inn í skáp en alveg stórmerkilegt að hlusta á þetta og kæra þakkir fyrir að flytja okkur á samstöðinni og hlustendum áhorfendum erindið þitt í öðru máli í dag en þú gerðir í gær á þessu þingi fyrir okkur sem ekki komumst og ég hefði fullan hug á því að skoða þessi mál aðeins betur mín er sönn ánægjan og ég heiðra minningu það er mikill heiður að koma hérna fyrir hönd þessara manna og ég vona að ég hafi farið með rétt mál allavega meira og minna Kæra þakkir og líka bara þakkir fyrir tónlistina en þá er sem sagt okkar dagskrá í kvöld lokið. Ég vona að þið hlustendur og áhorfendur hafið notið hennar og minna á það að ef þið hafið gleymt að styrkja samstöðina en hafið oft velt því fyrir ykkur að við lifum fyrst og fremst á styrktar framlögum ykkar hlustenda og áhorfenda þá er hæg heimatökin að heimsækja vefsíðan okkar samstöðin.is og fara þar, skrolla þar niður þangað til þið finnið hnapp þar sem ástendur áskrift og það ætti ekki taka ykkur nema 30 sekundur eða eitthvað svoleiðis að skuldbinda ykkur fyrir hlægilega lágu mánaðarframlagi sem að þó getur skipt sköpum fyrir okkar dagskrá aðeins 2.750 krónur á mánuði eða eins og við segjum stundum ígildi háls hambúrgara í miðbæ Reykjavíkur. Fyrir hálfan hambúrgara fáið þið dagskrá öll kvöld, alla daga
linnulausa dagskrárgerð hér, en samstöðin þakkar ykkur kærlega fyrir samverunni í kvöld. Verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.